Jæja. Herðu, við ætlum að halda þess áfram með lotu 2. Þetta er hluti B og við erum að skoða fyrst og fremst þessa hérna jöfnu. Þetta er hallatala. Hallatala línu. Þannig að þú ert með hnitakerfi. Þú ert með 1 punkt hérna og hann er með hnitið x1, y1 og síðan annar punktur hérna. Þetta er x2, y2 og það er lína hérna á milli og þá er þetta hallatalan. Ok, við ætlum að nýta okkur þetta til þess að skoða þetta hérna sýndæmi 2, 3. Af því hérna erum við með línu sem er á stikuðu formi og við erum að reikna hallatölu þessar línu. Við erum að reikna skurðpunkt við y-ás og hver er bara almenn jöfna línunar. Ok, hallatala. Sko, eins og ég var að sýna ykkur að þá þurfum við bara 2 punkta á línu til þess að finna hallatöluna. Þurfum bara 2 punkta, x og y-hnit, x1 y-hnit, x2 y2 og þá getum við sett inn í þessu jöfnu. Þannig að við þurfum 2 punkta. Og þá byrjum við bara hérna að segja, við ætlum að þetta er stikaform og byrjum við bara að setja stikan sem 0. Það er þetta t. Þannig að þá erum við að taka þessu jöfnu og setjum bara t sem 0. Og það sem ég fæ út af því þá er að ég fæ að x sé sama sem 2 og y sé sama sem -2. Sjáu það því að þessi partur hérna, hann verður bara 0. T verður 0, þannig að þessi seinni svigi eða seinni partur af jöfnunni verður bara 0. Eftir verður þessi hérna partur. Þá er x bara 2 og y -2. Ok, þá er ég komið 1 punkt. Þannig að þetta er bara punktur 1. Síðan ætla ég að setja t saman sem 1. Athugið krakkar að ég sé að nota hérna t saman sem 0 og t saman sem 1. Það má vera hvaða gildi sem er á t. Þetta er bara þægilega tölur. Þess vegna er ég að nota það. En ef t saman sem 1, þá verður x hvað? X verður þá 2 pluss 1 sinum 2. Sjá, ég bara taka þessi jöfnu sem er hérna efst vinstra megin og setja 1 fyrir t. Ok. Y verður -2 pluss 1 sinum 3. Þetta verður 1. Þetta verður þá punktur 2. Ok, núna get ég tekið þessa 2 punkta og reiknað út hallatöluna. Það er hérna mismunurinn á y-gildunum, hversu mikið eru að fara upp á milli punkta, deilt með hversu mikið eru að fara til hliðar. Það er munurinn á x-gildunum. Og þetta er bara einfalt dæmi og út úr þessu fáum við 1,5. Ok, þá er það komið. Þetta er hallatalínunar. Þá getum við farið tilbaka og við ætlum að skoða B-lið núna. Það reiknaði skurðpunktlínuna við y-ás. Þetta er pínu tricky. Þetta er svona flóknasti partur við dæmið. Og þannig að ef við krótum henni upp og að sjá hvernig ætli þessi lína líti út. Ég held þessi lína líti eitthvað eins svona út. Cirka bát. Og við erum að leita að þessum hérna punkti.
Þetta hvar við skerum uslanásinn. Og það sem ég veit með þennan punkt, það ætla að vera hérna. Það sem ég veit með þennan punkt, þessi punktur, ég veit að x sé 0. Ég veit ekki gildið, það er sér að leita að, en ég veit að x er 0. Þannig eru akkurat 0 á x-ásnum. Þannig ég ætla að skoða hérna þessa hérna jöfnu. Þetta er bara jafna sem er gefin og ég ætla að taka þetta gildi hérna x og henda í hérna inn. Þetta verður 0, þetta verður 2 pluss 2t. Ég reikna út þessu og ég fæ að t er sama sem mínus 1. Mínus 1. Sem sagt, þessi stiki virka þannig að hérna kannski, ef við nefnum að skipta lit, þessi punkti hérna er, ég held að t sé sama sem 0. Ef við myndum setja t sama sem 1, þá myndum við fá það hérna. Ef við myndum setja t sama sem 2, þá myndum við fá hana hérna punkt. Og svo framvegis. Það er eina sem gerist með því að breyta þessum stika t. Við erum bara að fá mismunandi staði á punktinum. Og þessi hérna niðurstaða, að t sé sama sem mínus 1, það þýðir að í þessum hérna punkti að þá er t sama sem mínus 1. Ok, þannig að þá veitir það. Núna þarf ég bara að gera eitt. Núna þarf ég bara að skoða jöfnuna fyrir uslanið, sem er þessari jöfnu sem er gefin, og setja t sem mínus 1. Þannig að við erum með uslan sama sem mínus 2 pluss t sinnum 3. Ok. Síðan bara setja hérna mínus 1 stafur t og ég fæ út mínus 5. Það er þá svarið mitt. Það er þar sem ég er að skera uslanásinn með línunni. Og þá getum við skoðað hérna sem sagt að lausnina úr A-lið og B-lið til þess að finna þessa almennu jöfnulínu. Það er C-liður. Almennu jöfnulínu. Þá munið þið að almennu jöfnulínu er skrifuð svona. Og h-ið í þessari jöfnu er halltala. Það var 1,5. K-ið var mínus 5. Þar skerum við x-ásinn, auslásinn. Þá erum við komið með þessa jöfnu, þessa línu. Síðan þá erum við búin að leysa þennan og síðan farið hérna dæmi B6 og B7